Heil og sæl kæru hlustendur og verið velkomin að tækjunum. Mikið ég þakklátt ykkur sem gefi ykkur tíma til þess að hlusta á þessa frábæru þætti sem ég fæ að gera og alla þessa visku sem að viðmælendur mínir búa yfir. En nú augljóslega að koma haust og mér sýnist allir ætla að taka heilsuna fastari tökum eftir sumarið. Ég sé það bæði í Suðurbæjarlaug þar sem ég kenni ungbarnasund og í sporthúsinu þar sem ég æfi og með heilsumarkþjálfun að fólk flykkist að þessa dagana. Mér langar að hvetja ykkur til að fara ekki of skart að stað. Gerið eitthvað sem endist. Hugsið hans fram í tíman. Getið þið haldið þetta út í 1 ár, 2 ár, jafnvel 5 ár? Ef ekki, þá skulið þið endurskoða markmiðin ykkar. Voruð þið til dæmis að byrja í ræktinni aftur og eru farin að mæta strax 6 sinnum í viku? Er það kannski aðeins svo mikið? Hvernig væri að byrja kannski að fara 3 í viku í ræktina og fara út að ganga eða í fjallgöngu eða gera eitthvað svona léttara hina dagana og svo smá kannski bæta inn ræktartíma. Eða varst að bæta mataræðið? Ertu komin í öfga? Ætlar að sleppa öllu? Er það gerlegt til lengdar? Ef ekki, þá er mjög gott að endurskoða markmiðið þitt. Ef þið vantar aðstoð við að komast á stað í átt að betri heilsu án öfga, þá langar mig að segja þér frá vinnustofu sem ég verð með í sjúkraþjálfunni í sporthúsinu 11. september 2024, ef þú ert að hlusta á þetta í framtíðinni. Og hægt verður að nálgast upplýsingar og skrá sig bæði á Instagraminu mínu sem er heilsuerla og á blogginu inn á heilsuerla.is. Þar verður linkur þar sem hægt er að fá upplýsingar og skrá sig á viðburðinn. Það eru hámark 10 en að sjálfsögðu ef það fyllist þá mun ég bjóða upp á annan slíkan viðburð síðar. En svo er líka hægt að koma í staka tíma til mín í heilsumarkþjálfun ef þú vilt ekki vera í hóp. En þetta er svipað og engatími í heilsumarkþjálfun nema að þetta skapast líka umræður. Þannig að við vinnum verkefni, það er fræðsla og svo verður svona umræður í lokin sem skapast og það er alltaf ótrúlega skemmtilegt að fá að spegla sig aðeins í öðrum og svona. Svo langar mér sjálfsögðu að þakka samstarfsaðilunum mínum sem gerir mér kleift að færa ykkur þessa þætti. Og þessa dagana, bara innmitt í dag, daginn sem að þessi þáttur kemur út, 29. ágúst, þá er að byrja heilsudagar í Nettó. Og í næstu viku minni segi ykkur nánar frá þessum heilsudögum, en ekki missa af þeim og kíkja bara á netto.is og sjáu hvaða tilboður er í gangi. Og svo er það Spíran og ég átti með dásamlega stund bara ein með sjálfri mér á tölvunni í hádeginu að undirbúa viðtalið og það er ekkert smá næs að geta haft skrifstofu dagsins í svona notalegu umhverfi og borða þennan ljúffenga mat. Og að lokum þá er það heilsuhillan sem stendur þétt við bakið á mér og þessa dagana er ég búin að vera að pröfa mig áfram með BioCult Mind og ég finn að það hjálpa mér bæði með meltinguna því að þetta hefur áhrif á þarmaflóruna en ég er ekki frá því að ég finni fyrir ekki aukinn skýrleika og það að vera bæði með meltinguna og hugan í jafnvægi það eykur andlega vellíðan og aukna orku. Þannig að ég ætla ekki að hafa þetta lengra og bara þáttur dagsins, gjörið þið svo vel. Gestur minn í dag er komin langt að. Hún er búin að vera á viðmælenda listanum mínum síðan ég byrjaði hlaðvarpið. Og hún er klíniskur sálfræðingur, býr í Vínarborg og það er skemmtilegt að systir hennar er líka búin að koma í þetta hlaðvarp. Hún er Áslaug og við ræddum kynlíf og heilsu en ég og Katrín við ætlum að ræða tengslamyndun. Vertu velkomin, Katrín. Takk fyrir að hafa mig. Og takk fyrir að gefa þið tíma í þessu stutta fríiðinu á klakkanum. Já, það er ekki droslega stutt. Ég er alveg 3 vikur hérna. Nú já, aðeinslegt. Já. En eins og alltaf það langar mér svolítið bara að byrja að kynnast viðmælandanum. Þegar ég segi ykkur aðeins frá þér svona. Hver er Katrín? Já, ég er Katrín Kristjánsdóttir, oft kölluð Katrín K. Þú erum 3 í árgangnum. Ok. Úr Mosfellsbænum. Ég er klíniskur sálfræðingur og bý núna í Vínarborg í Austurríki og vinn þar með einkastofu með 4 öðrum og ef við erum 4 allt í allt og svo er ég líka að kenna í háskólum og svona.
og rak á tímabili í 10 ár svona klínik í háskóla, svona háskólaklínik. Ok, hvað er það? Þá bara koma nemendur og í sálfræði meðferð og þá eru mastersnemendur á síðasta ári, þeir sjáum að hitta nemendunar. Og svo er ég bara að hlusta og horfa á vídeo og hlusta á þau og segja þeim til og leiðbeina þeim og svona, það var ógeðslega gaman. Það er áhugavert. En svo er ég núna bara á einkastofu og að kenna bara svona sem aðjungt. Þú ert úr Mosfellsbænum, segir Ég er úr Mosfellsbæ, ég er gift austrískum manni sem ég kynntist í Ástralíu. Ok. Að því ég lærði í Ástralíu og ég á 3 stráka. Já. Þannig þeir eru þá tvítyngdir eða þrítyngdir kannski. Þetta er mjög ruglingslegt heima hjá mér. Þegar ég og maður minn tölum alltaf ensku þegar við kynntumst í Ástralíu, bara haldið því við og maður minn tala þýsku í strákan og ég íslensku. Þannig það er bara við mataborðið alveg alls konar tungumál og ein setning með 3 tungumálum. Þannig þetta er svolítið, maður á ekki að gera þetta svona, ég veit það alveg en þetta er bara svona. Já. Og þú, hvað ertu búin að búa lengi úti? Ég var reiknit á næsta ári ef ég eru 20 ár síðan flutti frá Íslandi. Vá. Já. Ok. Mjög skrítið, ég fór bara með eina ferðartösku sko. Ætlaði bara að koma aftur. Já. Svona verður þetta aftur. Svona gerist þetta. En hvar kviknaði áhugin þinn á sálfræði? Ég veit það ekki. Ég hef aldrei getað að svara þessu. Ég held bara ég er svo forvitin fólk og finnst þú svo gaman af fólki og sérstaklega skrýtnu fólki. Og ég byrjaði mjög ung að vinna á sambílum og svona og var það mikið í því. Ég held ég að vera 16 eða eitthvað því ég byrjaði að vinna á sambílum. Og svo var ég nú í félagsfræðibraut í FB og fór í sálfræðifangum, mér fannst þetta ekki skemmtilegir. Nei, ok. Ekkert að kennarunum að kenna, mér fannst þetta bara ekki skemmtilegt og svo lærði ég handinn á milla því ég vann hjá Rögnu Fróðafatta henni og svo bara, ég sagði bara alltaf, ég ætli í sálfræði, ég veit ekki af hverju, ég var bara búin að ákveða. Og sér ekki eftir því? Nei, alls ekki, elskit í dag. Mér finnst alveg ógeðslega gaman í vinnunni. Það er enda aðsamlega. Já, ég reynaði með heppnu sem fer bara í vinnunni og bara finnst ógeðslega gaman. Já. Þannig alls ekki, sko. Já, en ástæðan fyrir því ég fekk því hingað er að ég kynntist þér fyrst 2018 þegar þú komst og hélst fyrirlestur á Norrænni Ungbarnasund kennararáðstefnu. Ég veit ekki hvort þið til lengra orð. En og þá varst þú að tala hversu mikilvæg þessi tengslamyndun er fyrir okkur og okkar bara heilsu og svona. Já. Og það náttúrulega gerist sérstaklega í Ungbarnasundinu, þannig að þetta var svo viðandi. Þannig að eftir þetta, ég veit ekki hvort ég hef sagt þetta, en eftir að þú hélst þetta erindi, þá breyttist svolítið kennslan mín. Ég var búin að kenna Ungbarnasund þá í 12 ár, 12 ár, og ég fór svolítið svona fókusin minn færðist meira að taka eftir tengslamynduninni. Vá! Já, af því að einhvern veginn áherslan á Íslandi hefur svolítið mikið verið kannski hreyfiþroskan og þetta. Algjörlega, já. Og og allt þetta. Og svefn og að þau borði og svona, já. En þarna bættist þetta við og þetta væri kannski svona bak við eyra, það var ég ekki búin að átta á hvað við erum með dýrmætt tól í höndunum. Ég veit það, svona skil ég ekki eitthvað annar sé ekki búin að vera að rannsaka þetta og koma sér í þetta. Einmitt, en það er nú ótrúlega skemmtileg sagan, hvernig þú fyrst áhuga á þessu að rannsaka. Hvernig ég dætti þetta. Já. Ég er klínskur sálfræðingur og ég sérhæfði mig í Ástralíu bæði vinna með börnum og fullorðnum og vann á barnaspítala og vann líka með fullorðnum svona. Ég ætla aldrei að vera, þetta er ekki mitt sérfræði sviðirunni svona dagstælega. Ég er hugrun atferlismeðferð, aðalmeðferð mín og skemameðferð sem byggist rosalega mikið á tengslumeðferð og er svona áframhald af hammeðferðinni. Og ég datt bara í þetta og þetta byrjaði náttúrulega allt saman í Mosfellsbænum með því að rauðvínsflaska var opnað. eins og flest ævintýrin gerast. En það var og ég var ekki eins og staðnum. Nú já. Ég misti af þessu. En Óli Gísla sem er barnasundkennari upp á Reykjanesi, hann er nágranni mömmu og hann og mamma er að sitja yfir rauðvinni og Erna konan hans býst yfir líka. Og þá fer hann að tala þetta, ætla að sé ekki eitthvað með tengslamyndun og barnasund. Og þá segir mamma, já, Katrín er sálfræðingur, hún bara rannsakar þetta.
Þú hafði bara ekkert val. Nei, mammin gerir þetta mjög oft svona, þú veist, fær hugmyndir fyrir mig og ég á svo bara framkvæmaður og síðan kem ég næst í heims til Íslands og þá Óli bara mættur yfir í kaffi, bara já, ég hef ekki að byrja þetta. Já. Og ég bara eitthvað, já, ok. Þannig að við gerum bara pínlitla rannsókn fyrst á hans barnasundnámskeiði. Það sem við vildum athuga hvort fyrstilega voru ykkur með fæðingaþunglindi og hvernig voru tengslin fyrir barnasundið og hvað breyttist eitthvað eftir. En við gerðum bara, og ég gerði þetta með nemendum mínum á háskólum, Webster-háskólum sem ég var að vinna hjá þá. Voru þetta þá spurningalistar? Við bara gerum spurningalista, bara fyrir námskeið bara, og við tókum Edinborgar fæðingaþunglindaskalan og svo tókum við svona tengslamyndunarskala sem við þýttum bara á þess að vera staðalega neitt, það var allt svona voðalega bara heima tilbúið sem ég þýtti bara og við snörum hann yfir íslensku og lögðum fyrir mæður bara því við vildum líka, við vorum strax með það hugmynd að gerum þetta líka í Austurríki kannski og berum saman eða eitthvað, þannig við tókum bara, þú veist, bara eiginlega mæðurnar, voru einhver nokkri strákar en voðalega fár og þetta voru bara 29 þáttakendur og svo vildi Óli gera líka spurninglista eftir á bara svona, barnið sofa betur það, borða betur og svona og þetta kom bara glimrandi vel út. Nema hvað, við vorum ekki með rosalega mikið klínist þunglindarmæður en og sáum að tengslamyndin jógst en fæðingaþunglindi breyttist ekki. Nei, að því að var kannski ekki mikið fyrir eða? Já, eða kannski líka bara þetta ekki nóg fyrir það. Nei. En það fullt af rannsóknum sem sýna á ef að tengsl eru bætt milli móður og barns, móður sem þunglind, þá hjálpar það fæðingaþunglindinu. Við kannski bara skilgreinum aðeins, hvað tengslamyndin? Já, það bara mjög einfalt, bara tengsl barns við foreldri og tilfinningatengsl og bara hvernig barni býst við umönnun og hvernig foreldri sér barnið sitt. Það sé bara örugg tengsl og sé traust á milli og ánægja og gleði og ástu umhyggju og allt þetta. Já. En svo hélst eitthvað áfram að rannsaka, þú hætti ekki þarna. Já, svo vorum við að drífa okkur úrslega mikið því ráðstefnan var að skella á Íslandi og við drifum að klára þetta af og ég gerði eitthvað fyrirlestur og Óli líka og svo heldum við þetta og svo á ráðstefnu þá koma austríska ungbarnasundfélagið þá koma þau til mín og segja að þú tala líka þýsku, við skildum ekki alveg alltaf ensku, þannig ég sagði þeim að þýsku svolítið hvað þetta væri og þær sögðu þá, heyrðu við okkur langar að gera þetta líka og þá gerði ég stærri rannsókn þar, þá vorum við alveg 117 mæður í 4 mismunandi barnasundsskólum, bæði fyrir barnasundnámskeið og eftir og það kom það sama. Ok, sömu niðurstöður með að tengslin jukust. En það var marktækt, var ekki allt, var ekki alveg, að því þessi tengslaskali skiptur í parta og þá kom marktækt að sem sagt að það sem var marktækt þar var að gæða stundar við barninu, að móðurinn fannst hún kunna á barnið sitt, á naut þess að vera með barninu sínu, en fannst hún svona sjálfsörg með barninu sínu, þetta jógst eftir barnasundi. En svo aðrir skalar sem svona, sem kom ekki alveg marktækt út. En var breyting en ekki marktækt. Ja. Og þetta var allt mæður? Þetta var allt mæður. Ja. Og það var annað sem var marktækt, var það sem að kallaðist á ensku hostility, sem ég þýtti bara yfir í fjandskapur. Það var líka marktækt. Að móðurinn fannst barni vera minna byrði, hún vera að missa af minna á því að vera með barni og fannst barni minna vera viljandi að vera erfitt. Já. Já. Það áhugavert. Og núna rannsókn í Svíþjóð, sama rannsókn að og hjá henni Ludmillu, geðlækni í Uppsölum, hún núna að gera rannsókn á 50 þáttakendum fyrir og eftir og hún líka með biðlista hóp sem við mælum án þess að þau fara á námskeið. Já, áhugavert. Því það alveg rannsóknir, sko. Já. Við vorum bara að gera þetta svona svolítið svona, því það var líka ráðstefna í Austurríki sem vorum að flýta okkur í að tala og þannig vorum líka bara að drífa þetta af. En núna Ludmilla og sem sagt einn af mastersnemunum mínum, Mackenzie Driscoll, þær að gera saman að því Mackenzie líka að gera í Austurríki áfram til að gera þetta mastersverkefni sína. Yfir hvað langan tíma, þú veist, þetta? Já, í Austurríki var þetta sem sagt
einu sinni í viku í 10 viku námskeið, en hjá Ludmillu það 2 ári viku í 5 vikur. Ok. Og hún að reyna að einblína á þunglinda foreldra. Einmitt. Því hún geðlæknir og kannski hefur meiri aðgang að því. Einmitt. Fæðingar þunglindi, gætirðu skilgreint það líka aðeins? Já, það bara eins og þunglindi, bara, þú veist, lágt sjálfsálit og fæðingar þunglindi oft mikil kvíði með því og svona kvíða hugsanir, þú veist, ég gæti mist barnið mitt eða ég gæti hent barnið undir gluggan eða eitthvað svona og bara kvíða þunglind og svefntruflanir, annarkvort borðar á mikið eða borðar á lítið, lágt sjálfsmat, neikvæðar hugsanir framtíðin sjálfa þig og bara festist svona í neikvæðni. En hefur þetta eitthvað með hormónin ekki að gera? Já, þetta líka. Já. Og líka bara ef það fjölskyldu saga og svona, og það algjörlega hormónin. Það náttúrulega þetta þegar brjóstamjölkin byrja að koma sem kallar baby blues, þá, þú veist, þetta maður oft niður í smá þunglind og konur gráta oft mjög mikið. Akkurat. En svo lagast það. Sængur kvenna grátur einmitt. En svo bara fæðingarþunglyndi heldur áfram. Já. Og ef það ekkert gert í því, þá getur það haft áhrif á tengsl móður og barns. Já, það getur það. Því auðvitað maður þunglindur og finnst maður sjálfur ömulegur og framtíðin ömuleg og barnið manns ömulegt. Það maður ekkert mikið að vilja vera með barninu eða tengjast því. Eða skammast inn fyrir sjálfa eða vilt ekki sína barninu þínu þig. Og svo náttúrulega óöryggi. Þú hefur lágt sjálfströst á sjálfa og þá ég kann ekki vera mamma, ég veit ekki hvað ég að gera. Barnið betra barnið hjá okkur öðrum. Já, og ég var nefnitt á barnaspil í Ástralíu þar sem að sumir skjólstækandi mínu voru kannski 2 mánaða. Auðvitað ég ekki að fara að ræða við það barn hvernig líðið en þá var ég að vinna beint með mömmunum að því að þær voru bara svo, þú veist, þunglindir voru svona bara kaldar í framann, þú veist, þær brosa lítið, vöðvanir andlitinu notaði bara mjög lítið og þá vorum þetta að þjálfa þær að hreyfa andliti, geifla sig og brosa að barnina því börnin þurfa það til að þroskast. Akkurat, já, segðu okkur endilega meira frá því. Og þau börn voru mitt ekki að borða og ekki að, þú veist, þroskast eins og þau áttu. Þannig að ef við fáum ekki þessi tengsl bara strax frá fæðingu, hvað gerist? Strax við fæðingu náttúrulega bara þroskast ekki rétt, bæði heili og bara líkamlega og svona. En svo náttúrulega ef þetta verið lengri tíma, fæðingarþunglyndi getur líka bara lagast sjálfur sér, fullt af fólki sem ég ætti að segja, já ég var með fæðingarþunglyndi en svo bara einhvern veginn komst yfir þetta sjálf. En svo náttúrulega bara langvarandi þá náttúrulega ofta og þú veist, meiri vandamál seinna og það leggst yfirlt á sjálfsmyndina. Tengsla myndin hefur rosalega áhrif á sjálfsmyndina þína. Þannig að þú ert ekki með tengslamyndin við foreldrið, þá er oft þín eigin sjálfsmynd svolítið brengluð eða svolítið ruggluð. Þú veist ekki alveg hver þú ert, þú veist ekki hvernig þið líður, að þetta svo mikið þessi speglun. Akkurat. Að vera í góðum tengslum við barni að þú getur lesið barnið þitt vel, að þú getur séð hvað þið vantar. Og ég sjálf vissi aldrei hvað strákunum mínum vantaði, sko, en maður reynir bara. Já. Þú veist, þeir voru kannski bara grátandi og þá bara, hann svangur, eða nýja bleiu, eða á ég að halda á hann, á ég að syngja fyrir hann, þú veist. En aldrei ná að finna út þessu. Það gerist að foreldri næri ekki að tengjast barninu og sjá þarfirnar eiginlega aldrei, þá það mjög slæmt. En hvaða áhrif getur slæm tengslamyndin í æsku haft á okkur bara sem þegar við erum fullorðnir einstaklingar? Já, þetta mjög góð spurning. Það getur náttúrulega haft yfirleitt það mestu áhrifin á sjálfsmyndina og svo sambönd við aðra. Að því þegar maður er í tengslamyndin þá er maður að spegla, barn og foreldrar að spegla hvort annað, það er einhverja sem þekkir þig, börnum sem eru tengst foreldrar sem finnst að foreldrarnir þekki sig, en svo náttúrulega fullorðin og finnur að það þekki mig enginn í þessum heimi og ég get þá ekki tengst neinum, þannig hefur það mjög mikil áhrif á sko sjálfsmynd, þína einn sjálfsmynd, hver er ég, hvað vil ég, hvernig líður mér og líka þá náttúrulega bara í samböndum. Og það er einmitt í skemameðferðinni sem ég sérhæfði mig í. Þá að tala 5 grunnþarfir sem maður þarf að hafa til þess að vera andlega heilbrigður einstaklingur, fullorðinn einstaklingur. Okay. Og það eru til dæmis að hafa góð tengsl, að hafa bara náin tengsl við eitthvað, þú veist.
og svo það að finna líka sjálfstæði, þú veist að foreldri ekki hangandi við alltaf og gerir allt fyrir þig, heldur þú þarft að reyna svolítið á þig sjálfur, finnst þú geta gert eitthvað og ég kalla alltaf challenge, strákunum mín þurfa alltaf að gera svona challenge, þannig bakir og kaupa sjálfur, snúð, þú veist, og ég fyrir utan, eitthvað svona og svo sjálfsímynd, þú veist, hver ég, hver hef ég áhuga á, hvað vil ég vera og bara svona sjálfsöryggi, þóralega sína mig fyrir öðru fólki, hvernig ég og hver ég og svo það náttúrulega frelst til að tjá tilfinningar Akkurat. Sem kannski, þú veist, svolítið nýtt finnst mér í uppeldi núna þú veist, þegar við vorum lítið og alltaf eitt sem drama og hafa engin tíma fyrir þetta og núna rosa mikið verið að spyrja börn hvernig líður og svona og hafa þarfir, þú veist, nei ég vil ekki þetta, ég vil þetta, núna þarf ég þetta og svo líka verið bara að leika og hvatvís, bara hafa sér stundum eins og bjáni og vera með fíblagang og svona það líka oft ekki leifildin á heimilum og svo byrja líka raunsæjar væntingar á mörk og setja sjálfum sér mörk og foreldrar setja mörk og maður læri að bíða, maður læri að þú veist, Carl Rogers sagði, þú veist, í Humanistic fyrir mörgum árum sagði að mjög andlega heilbrigður einstaklingur eitthvað sem getur beðið og þarf ekki að fá sko vinningin strax og getur sett sjálfum sér mörk og svoleiðis. Það kannski svolítið erfitt núna maður kemur alltaf inn á sér snjalltæki einhvern veginn í þessum mörgum þáttum en þau eru svolítið að valda þessu að maður vill fá eitthvað svona dópamin núna þú ert að fá like eða hvað sem þetta þú veist, þegar við vorum litlar þá horfðum við á barnaefni og svo var það bara búið og við fórum að gera eitthvað annað en nú getur verið þau bara, ef þetta leðilt þá bara sleppa þau og fara næsta þátt Já, ég sé þetta rosa mikið að kenna náttúrulega ungum krökkum bæði bachelor og mastersnemendum og það rosalega fyndið, ég er búin að kenna mér 10 ár, bara ég þarf að láta svo trúður að þetta sko 3 tíma fyrirlestar hjá mastersnemendunum og ég bara hverju árið þarf að bæta við eitthvað svona bara næstu trúðatrið til þess að þau bara sofni ekki eða missi allir, ég er rosa ströng, bara allir með símanum töskum og engi verið símanum í tímum en svo eru þau bara, þú veist, þau er bara svo erft með halda aðteklinni og svo er ég að sína svona gömul sálfræðimyndbönd sem er alveg ógeðslega hæg og ég sé að þau eru bara öll á yði í sætuna, þetta er bara svo ógeðslega erfitt. Þetta er áhugavert. Og ég er alltaf að segja, hvernig ætlaði að verða sálfræðingar og sitja og hlusta kannski á eitthvað sem er kannski tala mjög hægt, því þunglind fólk er bara mjög hægt. Þetta tefur alla heilastar sem er minnisleysi og þú veist, þú getur bara ekki unnur upplýsingum eins hratt og svona, þannig maður er að vinna með mjög hægu fólki, maður er að vinna með mjög þunglindu fólki og ég bara, hvernig ætla ég að gera þetta og þau eru alltaf bara, ég veit það ekki, ég bara get ekki verið með gamalt fólk í meðferð og maður er bara, þú getur ekkert valið. Nei, mitt. Já, og þannig þau vita alveg, þetta er vandamál, þau vita bara ekki hvað þau að gera. Nei. Hvað segir sálfræðingurinn þú? Þetta er svo eldfim spurning, það er allir í svo mikla vörn þegar maður talar snjalltækin og þetta taka síman eða vera með, þú veist, svona, ég er með svona family link á mínu, þú veist, ég stjórnatækjum strákana minna. En já, ég veit það ekki, það veit það enginn, við þurfum alveg 15-20 ára af þessu til að sjá langtíma áhrif og við erum bara ekkert alveg komin þar. Nei. Þetta er svolítið skemmtilega líka því að varst að tala að þessi kynslóð er samt miklu meira að tala tilfinningar og opnari og allt það. Já. Þannig að það eru kostir og gallar við hverja kynslóð, skilur við. Já, algjörlega. Og þess vegna ég ætla aldrei að vera kennari, ég fór aldrei í dóttursnáma því að ég hafði ekki áhuga á þessu. En mér finnst ógeðslega gaman að kenna þeim að því ég læri svo mikið af þeim og hvernig þau hugsa allt öðru sig. Skemmtilega. Og hvernig þau sjá bara heiminn allt öðru sig og öllu svona gildi finnst mér búin að breytast svo mikið og mér finnst það bara spennandi. Eitthvað sérstakt dæmis en þetta er í hug? Já, bara meira svona, þú veist, meira svona, þau eru meira einmitt eins og segir, öryggra með tilfinningar, þeim finnst bara, þau eru miklu betri bara að segja nei og setja mörk og finna hvað þau þurfa og vilja en við vorum. Já, akkurat, við vorum kannski meira á bara, hvað svona fjárstýrð. Já, og meira bara svona það sem var ætlast til, það gerði maður. Já. Ok, áhugavert. En það voru þessi 5 atriði. Já. Þegar ég truflaði þig. Nei. Já, allt í lagi. Þú varst í síðasta atriðinu held ég. Já, og það var raunsa væntingar á mörk sem vorum að tala um, að setja sjálfum sér mörk og svona.
og það mitt, já. Þannig til að vera andlega heilbrigður einstaklingur, þá þarf maður að tikka í þessi 5 box. Já og nei, það er ekki eitthvað svona listi og eitthvað svona, þú veist, ég er líka sálfræðingur, þannig ég er rosa mikið bara, þú veist, ég er ekki að gefa ráð og segja þetta og þetta, meira bara svona, við erum bara öll bara svolítið bara, allt bara normal, bara í hófi og svona, en já, þetta svolítið sem að þarf að hafa til þess að finna góða sjálfsímynd og vera öruggur í sjálfum sér og geta þá verið í samböndum við aðra og spegla sig í öðrum og svo leiðis. Þannig að ef við fáum ekki tengslamyndunina sem bara er þetta ekki fyrstu 2 árin sem skipta ofboðslega miklu máli? Já, fyrstu 3, 1-3, jú. Þannig að ef við náum ekki að læra þetta þá, já. Er þá mjög erfitt að læra þetta? Já og nei. Það er alltaf, þú veist, heilin er alltaf að breytast og maður, þú veist, alltaf að líkansstæðar sem er alltaf að breytast líka, það er alveg þetta, eins og taugakerfi er alveg þetta að vinna með það og svona, en það er alltaf bara meira, þú veist, ég sé oft bara við skjólstæðingum minn á stofunni, bara mjög leiðilegt að við þurfum að vera að gera þetta núna og þú ert 46 ára, í stað þess að, þú veist, þetta er bara miklu meiri vinna, já. Og þessi vinna er alltaf, þú veist, bara vakna ekki einn daginn og bara, já, þetta er komið. Akkurat. Heldur, þú veist, það er alltaf svolítið, þú þarft svolítið að, þú veist, fyrsta viðbragð er þetta og svo þarft að stoppa og gera eitthvað annað í staðinn. Þannig það er, já. En hvað er það sem getur valdið ef við fáum ekki þessi tengsl í æsku? Við vorum búin að ræða fyrst fæðinga þunglindi til dæmis. Já. Það er náttúrulega bara áfengis og vímunotkun og bara forðun er eitt mjög að foreldri forðast barnið sitt. Og núna er rosalega mikið vanræksla, er núna komin rosalega mikið í áfallaransóknar að vanræksla er bara á pari við misnotkun, þú veist hvað vanræksla er skaðileg. Það er alltaf komið meira og meira í ljós. En vanræksla er það bara foreldri er ekki að hugsa barni? Já, það eru 2 konar vanrækslur, það er tilfinningileg vanræksla sem er sérst, þú hlustar ekki að tilfinninga barnsins, þú hlustar ekki að þarfi barnsins, sérð ekki barnið, bara eins og það er. Og líka þú veist, líka alveg vanræksla, barnið á ekki vetrólpu, barnið á ekki, þú veist, það er ekki tannkrem með heimilinu svo barnið getur tannbursta sig, eða þú veist, fær ekki góðan mat að borða og svoleiðis. Og þannig að versta er samanbland af bæðu. Já, akkurat. Og þetta gerist oft tengt þá líklega vímuefnanotkun og já, eða ég er mjög margar skjólstæðinga hjá mér sem eru líka, þú veist, að ég er svo mikið að fólki frá allstaðar á heiminum sem eru kannski á ríkri Manhattan, New York fjölskyldi, en þá eru bara allar að vinna og hugsa peninga og eða, þú veist, foreldri bara upptekið, hefur ekki áhuga. Ég var að vinna á barnaspítal og mjög marga mæður sem sögðu bara, mér langa ekkert í þetta barn. Ég gerði þetta bara fyrir manni minn og mér finnst það bara ekki gaman. Og þá þú veist, þá forðast þær barnið og þá gerist þetta. Já. Og svo náttúrulega sérstaklega búið að tala börn sem alast upp bara munaðarleysingjar. Já. Svona heimili. Já. Það er náttúrulega þau, kannski erfiðara fyrir þau að fá svona tengslamyndun. Já, því það er náttúrulega minni tími fyrir hvert barn og eins og sáum að í Rúmeníu þá eru börnin bara í, þú veist, vöggunni allan daginn og enginn hjæltaðum og svona, þá bara hættu þau að þroskast. Já. Einmitt, hvað gerist ef við förum kannski bara, hvernig hættu þau að þroskast? Hvað er það sem gerist? Við vanrækslu? Já. Millir líkamlega, andlega? Bæði? Já, líkamlega bara borði ekki nóg og bara vaks ekki nóg og heila þroskinn er ekki eins góður. Þegar ég var í Ástralíu á barnaspítal þá var ég ofta að gera svona skóla próf ef börn voru tilbúin fyrir skóla úr 6 ára og þá sá maður bara það vanta alls konar þroska, bara ýmislegt sem þau hefur ekki upplifað, hreyfi þroski, þú veist, situr bara fram með sjónvarpi allan daginn, þá er það náttúrulega ekki með góðan hreyfi þroska, ekki góð jafnvægi eða vöðvamassa en eitt svoleiðis. Þannig að það er bara, já. Og andlega það er þá kannski þetta kunna þá ekki sjálfur að mynda tengsl þegar verður eldri. Já, að eigi samræðum við fólk og spegla sig í fólki. Annarkvort talar bara endalaust og fattar ekki hinn þar líka að tala eða þú segir ekki neitt og bara getur ekki tengst manneskjunni. Og er þetta kallað tengsla röskun? Ég man að tala einhvern tímann um það. Já. Og núna er komin ný greining í greiningarbókin okkar sem er ekki þessari amerísku DSM
5TR en í ICD-11 sem við notum í Evrópu, það komin ný, hvað var maður að segja, geðsjúkdómur sem heitir flókin áfallastreituröskun og það rosalega mikið, ég grein heila alla hjá mér á stofunni með hana sem hafa verið í vanrækslu. Okay. Og það bara svona, þú veist, missa tengsl, veit ekki hvað þeim finnst, get ekki stjórna tilfinningum og veit ekki hvernig þeim líður, rosalega neikvæð sjálfsímynd og neikvæð sjálfsmat og mikið þunglindi og mikið sjálfsvíshugsanir. Því maður sér það ekki á börnum sem eru illa mynda slæm tengsl við foreldri, þau eru oft bara með mikla sjálfsvíshugsanir. Ok, bara strax á úlingsárum kannski. Já. Og margir segja bara alltaf haft sjálfsvíshugsanir síðan ég var 10 ára, ég man bara ekki eftir öðru. Æ, hvað þetta sorglegt. Já, mjög. En hvernig tengist ungbarnasundi þessu? Já, þetta nefnilega svo sniðugt af því að það sem við Óli töluðum var að fyrstulega er ekki hægt að hafa síma í barnasundi. Núna reyndar iPhone-ernir orðin svona vasseldir en þá var ekki hægt að vera með síma í barnasundi og þá vorum töksa þarna þarf foreldri að horfa á barnið sitt. Barnið drukknar ef þú ert ekki að sinna því og þetta er pingur svona, maður er pingur hrættur. Ég fór í barnasundi og pingur hrætt svona verður barnið mitt í lagi og er þetta mikið eitthvað, því ég var alveg bara með súper fókus á strákana alltaf í barnasundi og svo er þetta náttúrulega að horfa í augun og syngja og svo er maður að geifla sig og brosa og svo er snertingin náttúrulega og vatnið og hlýjan og allt þetta, þannig þetta er bara fullkomið tækifæri til þess að hjálpa við tengsl. Þetta er bara kjör aðstæður. En svo náttúrulega líka hugsa maður, ef maður er pingu þunglindur og áhört með tengjast barninu, þá kannski maður ekki að skrási í barnasund. Þannig ég var að hugsa, við erum einhvern veginn ég var ótrúlega til að koma inn á að, þú veist, heilsugæslur eða eitthvað myndu hvetja fólk sem þau finna að það er eitthvað að milli barns og móður eða föðurs að þau fá afslátt í barnasundi eða eitthvað og senda þau og barnasund kennar eins og þú myndi vita fyrirfram. Þessi mjög kvíðin að koma. Það er svona bara að bjóða upp á enga kennslustundum. Já, algjörlega. Sérhópa fyrir þetta. Það er alveg endalaust tækifæri í þessu. Þannig ég skil ekki alveg okkur þetta hefur ekki verið gert áður og okkur þetta ekki búið að vera í gangi lengur. Ég líka því við erum bara með svo óendalega mikið að sundlegum og heitu vatn. Sko, við erum svo heppin með það miklu meira en nágranna þjóður okkar. Sko. Ég sá það á mununum og rannsóknunum og bara ég fór sjálf í barnasundi í Austurríki og Íslandi, þá sá ég rosalega mun á hvað stemningin er allt önnur hérna en úti, af því það er miklu hlýrra og ég fór upp á Reykjalundi og svo veit ég að margir fara í Mosó í laugina þar, þetta er svona bara litla laugar sem er ekki opnar almenningi. Það er enda búið að loka Mosó núna, ég heyrði það. En það er, já, einmitt. Svo er á Grensás, í Mörkinni og fleiri stöðum og Hrafnistu. Einmitt. Þannig að þetta er allt svona laugar sem er ekki, þegar ég fór í Austurríki, þá var ég bara í laug sem var opin almenningi líka, það var fullt af fólki og læti og öskur og svona. Svo vorum við bara út í eitthvað svona hotni, eitthvað með börnin og vatnið var miklu kaldara, rýmað miklu kaldara og maður var einhvern veginn bara svona, þú veist, svo tím búin, þá fóru bara allir sturt og heim. En meðan ég gerði þetta hérna, fór allir í pottin með babyin og allir að spjalla og svona, ég kynntist alveg fólkinu sem var með mér í barnasundi, þó ég var bara mjög stutt í barnasundi, því þá bjó ég líka erlendi, sko, en ég þekkti engan í Austurríki og ég hugsaði mig, sko, og ég forvitin undir hvernig þetta er í Svíþjóð, en ég held að þetta sé, við erum alveg með rosalega góðar aðstæður hér. Aðstæður, sko. Og svo voru Ítalir sem hefur sambandið með líka að gera rannsóknina þar. Og einn sundkennan sýndi með vídeo og þá var þetta bara svona ykkur svona ítalskri fjölskyldum, þá bara öskur og læti og skvett og það var svona típið svona kultúrn að koma í gegn og þá mér hugsaði ég, vá, þetta er bara allt annað. Já, einmitt. Sko ég er mjög heppin, ég er í Suðurbælega í Hafnarfirði og hún er bara lokuð á meðan ég er að kenna og það er engin að ráfa þarna inn eða út nema hann sé bara að koma í ungbarnasundi og útrúlega hlý og góð bæði loftið og vatnið. Og líka ég hef ekki haft eldri sískinni með ofan í ef þau eru yngri en 8 ára. En svo í sumar prófaði ég reyndar að leyfa það og þá voru þau bara ábyrgð foreldrana. Já.
og það er bæði, það eru kostir og gallar. Auðvitað er gaman að geta búið allri fjölskyldunni. Já. En ókosturinn er kannski að ef 2 börn eru að leika út í horni, það er hávaði og þá kemur þessi kliður, þá er ekki akkurat þessi notalega rólega stund. Nei. Þetta er, þú veist, þannig að hjá mér fá þau alltaf að koma með í síðasta tíma. Já, þannig að þetta er svona... já, það er óslega sniðt. Já, en þau með líka alltaf vera í útileginu með hinu fóreldra með. Já, þetta er náttúrulega útileg líka, þannig að þetta getur verið fjölskyldustund, sko. Já. Sem mér finnst það dýrmætt. Geta að fara að fengja sér pilsu saman eftir á, fyrir utan svona, já, það er æði. Þannig að ungbarnasund bara er, sko ég er alltaf að segja það betra og betra, ég er búin að kenna í 18 ár. Vá. Hvað þetta er, sko mér finnst ég aldrei vera að fara í vinnuna í fyrsta lagi. Já. Það er svo gefandi og bara tengsla myndinu sem verður ekki bara milli barns og foreldris, heldur líka milli foreldrana, eins og þú varst að kynnast. Það er svo skemmtilegt. Og það sáum við ekki í Austurríki og ég heldur munum ekki sjá það í Svíþjóð heldur. Og það hjálpa náttúrulega ef þú ert eitthvað óöruggur kannski með barnið þitt. Það hjálpar að kynnast einhverju með barnasvipuðum aldri og þá ert ekki einangraður. Sko. Já. Og ég myndi spyrja, þú veist, hver festu þetta og hvað gerir þú þarna og hvað gerir þú eftir sundið, þú veist, með barninu þínu og svona. Já, maður sá rosa mun þar, þannig ég held að þetta er rosa sérstakt hérna. Já. Það væri óslega gaman að nota þetta þá meira. Eða þú veist, til að hjálpa fólki sem á erfitt. Já, akkurat. Þú veist, nota þetta sem tól í það, ekki bara líta þetta sem skemmtun og góða stund og svona heldur líka sem eitthvað svona tól til að hjálpa þegar erfitt er. Já. Bara þeir sem að hlusta, ef þeim dettur einhver í hug sem er, þú veist, kannski í þessum sporum að hvetja þau bara til að koma. Já, en svo ég vinkonur sem að hafa, þú veist, átt erfið þegar eignast börn og svona og þess að ég þorði bara ekki barnasund. Þetta er í hópi og ég var óörugg með barnið mitt, ég bara þorði ekki að fara. Nei. Og ég skil það alveg líka. En þá er kannski hægt að gera eins og segir að heilsugæslan vísar þeim einhvern veginn á einhvern eitt sem heldur utan þau. Já. Og það geta verið lokaður hópur eða einstaklingstímar. Já, barnasundkennan veit að þess er að koma og er óöruggur aðeins að hafa það svona við hliðin á sér. Já. En hvað myndir þú segja að góð tengslamyndun, hvernig hefur hún jákvæð áhrif á heilsun okkar? Bara almenna heilsu. Bara heilsu almennt. Kannski ég byrji bara að spyrja þig hvað er heilsa fyrir þér og svo getum við svarað því hvernig tengslamyndun hefur áhrif. Já. Ég er ekki svona heilsufrík, sko, ég mun aldrei hlaupa marathon, ég er bara búin að ákveða að ég þarf það ekki. Þannig að heilsa fyrir mér er kannski að því ég er sjálffræðingur, þá er það kannski meira bara að vita hver maður er og kunna á sjálfan sig, bara alveg svo við foreldrum að reyna að lesa börnin okkar. Þú veist, ég á 3 stráka, þeir allir sama gena blandan, bæði allir undan mér og manninu mínum, en gjör ólíkir. Og þurfa ólíkar þarfir og svona og það er það líka og ég er alltaf að lesa þá, þú veist, ég setja allir sömu aðstu og ég veit að mun allir bregðast ólíkt við og það er kannski bara sama með okkur, að reyna að lesa okkur sjálf, þekka hvernig mér líður og vera svolítið svona foreldri mann sjálf og það er það líka, setja mér mörk. Akkurat. Ég elska að há mig með nóakropp og bara finna sigur leðjuna, lega niður halsinn en ég er ekki að gera á hvernig degi. Ég þarf alveg að setja mig mörg og þannig er líka þú veist þetta, þekkja sig, spegla sjálfan sig og finna bara ekki hvað vil ég há mig með nóakropp eða vil ég fara út í göngutúr, hvað er best fyrir mig, en líka bara fíblalæti og þú veist, leika sér og gera stundum ekki það rétta. Það er líka sem foreldrar, það má maður ekki vera fullkomin. Þetta er alls ekki það og þetta eru búin að vita síðan, þú veist, Winnicott-rannsóknir voru 1953, það sem var geðlæknir sem skoðaði hvað er besta foreldrið og þá kom þetta nógu gott foreldri, good enough. Já, ég hjó eftir þessu í punktunum þínum. Segðu mér endilega frá því. Já, hann fór og skoðaði bara, þú veist, hvað er besta foreldra uppeldis aðferðin, hvað er besta foreldri, hvað mynda bestu tengslin. Og það var bara svona nógu gott, þú veist, klúðra stundum, en gera rétt önnur skipti og vera bara svona, þú veist, bara svona ok, ekki eitthvað fullkomin og ekki bestur og ekki alltaf vera til staða fyrir barnið þitt og vita alltaf hvernig barninu líður og alltaf bjarga því og hjálpa því. Og mér finnst það vera sama með okkur, bara þú veist, þegar við máum fullan, það erum við bara ennþá, þurfum svolítið
ala okkur upp áfram og þá fyrir mér heilsa þetta að bara vita, þú veist, þekkja sjálfa mig, vita, þú veist, vita hverju veikleikarnir mínir eru. Ég ætla bara að vera ógeðslega mikið sálfræði með fyrir sjálf sem sálfræðingur, að ég veist ekki þarf maður að gera það. Ok, það gott. Og já, mjög gott. Og þannig, þú veist, ég veit alveg hverju veikleikar mínir eru, þú veist, ég veit alveg þegar ég er að missa mig í dramanu og svona, og það má alveg stundum, en stundum þarf ég að grípa inn í og setja mig mörk og einmitt, maður minn er bara nógu góður eiginmaður. Það er líka, maður er ekki með góð tengsl, þá ætlast maður til allir séu svo góðir að lesa mann, annars geti ég ekki verið í sambandi með þeim. En þá stundum er hann bara klúrar að styðja mig og það er allt í lagi stundum, en stundum þarf hann að standa sig að styðja mig. Og þá þarf ég líka að vita hvað þarf ég. Maður minn er íþróttafrík, hann segir alltaf þegar ég er eitthvað kvarta, farðu bara út að hlaupa eða farðu og syndi á ána, við erum árið að tjóka sem við syndum í. Alltaf íþróttir er svarið og þá þarf ég stundum að segja bara nei Pítur, núna þarf ég bara líka upp í sófa og þú ert að halda utan og segja mér í sig frábær. En ef ég vissi ekki hvernig mér líður og vissi ekki mína eigin þarfir, þá var ég kannski bara annarkvart að pína maður fara út að hlaupa því hann sagði það, eða grennindin herbyggja bara maðurinn minn skilur mig ekki og enginn elskar mig. Þannig heilsa fyrir mér er kannski að þekkja sjálfan sig, setja sjálfan sig mörk, hugsa vel sjálfan sig, vera umhyggjusamur sjálfan sig. Og ef það er að vera ókslega mikið íþróttum eða vera ókslega mikið eitthvað, borða holt eitthvað, þá er það, þú veist, það er bara misjæmt. Já. Og mér finnst bara svo gaman líka ég fæ ólík svör og þetta er æðislega punktur sem þú ert að koma með. Að þegar flestir spá svona í sko líkamlegu heilsunni. Já. Þú veist, fyrst, en það eru mjög margir samt sem svara andlega heilsan skiptir svo miklu máli. Já, og félagslega náttúrulega. Félagslega alveg svakalega. Við erum náttúrulega félagsdýr og þurfum öðru fólki að halda. Ég taki mig tíma og hitti vinkonur eftir vinnu í staðis að fara heim. Eða, þú veist, fara út kvöldi og hitta vinkonur eða eitthvað. Við þurfum að halda, viðhalda þessari tengslamyndin alla æfi. Já. Svo við einangrumst ekki og því að félagslega heilsan, hún er, þú veist, einn af 3 máttarstólpum heilsunar, þú veist, félagslega, andlega og líkamlega. Já, veist, ef að einn dettur undan þá náttúrulega erum við ekki við góða heilsu. Þá dettur balansin, já. Og það sem við erum að gera náttúrulega í félagslegu, þú veist, með vinum okkar við erum að spegla okkur. Og það er svo mikið sjálfsmyndin líka, hvernig sjá, þú veist, mína vinkonur og mínu vini mig og ég á mjög góða vinir sem setja mig stundum á minn stað og svona og það er bara mjög gott, þú veist. Hvernig þá? Bara eitthvað svona þú veist, ef ég er eitthvað að væli yfir eitthvað þá eitthvað svona, nei Katrín, nú þarf þú bara að hífa upp þig eða eitthvað og þá er alveg já, ok, þú veist, það er alveg rétt stundum. Já, en það þá líka svo mikilvægt að umkringja sér þannig fólki sem þorir að segja það. Já, einmitt. Og það náttúrulega gerist bara yfir tíma líka, maður þarf þá að vera mjög náin og vita, þú veist, þessi vinkona eða vinnur veit að þau geta sett það við mig án þess að ég hætti að vera vinkona þeirra og ég get sett það sama. Þú veist, þú erum ekkert frá að cancela hvort annað eitthvað. Já, og það myndi líka vera með sjálfur þá með vinnu sínum. Ég hef með rosa mikið skjólstæðingu sem segja bara að þekki með enginn að ég er alltaf að leika, ég er alltaf með einhverja grímu. Ég þori hvergi að sýna mig. Myndirðu segja að það sé yfirleitt eitthvað þá bara sem að var til í æsku? Já, oftast. Og mér erst líka þú veist, maður má ekki alltaf kenna bara foreldrunum Nei. Að því ég hef alveg, og það er líka bara svo margt annað, þú veist, einelti í skóla, erfið, þú veist, ofbeldi sambönd, lengi ofbeldi sambandi, eða, þú veist, eitthvað svona, læri einelti eða útilokaður í skóla. Lendir í misnotkun, einhverjum utan að koma, Já, og það er svona líka oft svo ótrúlega, ég er alltaf að leita þessu hjá skjólstæðingum minn sem koma með tengslar, þú veist, léleg tengsl frá foreldrum, að þá er oft eitthvað en ég átti ömmu eða ég átti vinkona eða mamma vinkonu minnar eða þessi kennari, tónlistakennari minn og þá einhvern veginn náði fólk að mynda tengsli einhvern annan og það hefur þá alveg bjargað þeim. En það er oft bara, þú veist, við erum líka svolítið bara sem þjóðfélag, þetta er alltaf foreldrana. Nei, þetta ekki. Að þú veist, vera líka að finna svona fólk og ég mitt, þú veist, við erum rosa mikið heima hjá mér að bjóða heim í mat og svona sem fjölskyldur. Þannig ég veit að strákarnir mínir, að því ég á enga fjölskyldi í Austurríki og fjölskylda mannsins minn spyr ekki í Vínarborgar sem við búum,
en ég á rosa mikið af vinum sem að, þú veist, geta sótt fyrir mig ef það kemur eitthvað upp á, strákarnir geta farið til, sonur minn 13 ára fyrir yfir í tvö hús í burtu til bestu vinnu svo kvartaranda mér og mannir minn hvað við erum strangir og við foreldrar hans, þú veist, og við erum öll vinir og flissum svo aðeins yfir vinglassi setna, skilur, en þú veist, það er svo mikilvægt að sé svona samfélag svona, það er ekki alltaf foreldrar, bara að finna eitthvað sem þú getur haft góð tengsl við. Og oft er það bara að finna maka þar sem að þú lærir að vera í góðum tengsl við eitthvað sem er þolinmóður við þig, að bíða eftir að þú kann einhvern veginn náir góðum tengslum. En við eigum til að velja oft maka sem eru ekki besti makin fyrir okkar. Það er að rífa upp eitthvað gamalt. Ok, hvernig, endilega segðu mér frá þessu. Ég vissum að Áslaugu talaði þetta, systir mín. En það er, þú veist, við leitum oft í fólk sem er svipa á foreldrar okkar. Það er fjölskylduráðgjafi og hjónabærsráðgjafi og hann talar þetta. Við erum ofta að reyna að laga eitthvað, að gera eitthvað, endur spila eitthvað úr samskiptum okkar við foreldrar okkar. Þannig að oft, þú veist, það er oft mjög oft fólk sem kemur til mín á stofun og búin að vera eitt lengi og er svolítið tengslaraska, að það er alveg þú er að hjálpa mér að finna maka, þannig ég finn eitthvað góðan sem hjálpa mér í banda mínum en ekki fara á gömlu slóðurnar. Ok. Maður hefur reyndir oft heyrt þetta til dæmis með meðvirkni. Já. Ef það oft meðvirka foreldrar þá verður oft í meðvirku sambandi. Já. Maður leita bara í það sem maður þekkir. Að því maður heldur alltaf það sem maður þekkir sé bara eðlilegt. Og ég er alltaf mjög hissa þegar ég hitti fólk sem er bara, nei það er bara eðlilegt, eitthvað sem ég er alveg bara, að því maður bara veit ekki betur. En svo eins og bara foreldra, ég vinni með fullt af foreldrum sem að, ég var að vinna á svona barnaspítali í svona pingu fátækra hverfi í Ástralíu, og þar, þú veist, var ég þetta foreldri sem var að lemja börnin sín og svona, en þau voru alltaf að gera sitt besta. Ég reyndar hitt fólk sem hatar börnin sín og vill þeim illt, en það er alveg minni hluti. Svo voru hitt bara, þau voru bara að reyna sitt besta og ég man einn pappin sagði við mig bara, ég fekk barsmeðar í morgumat og ég er í lagi, okkur má ekki lemja börnin mitt. Ég mitt sko, að því að á Íslandi, ég mannum að var alveg flengdur, þú veist, ef það var eitthvað, veist, en í dag væri það bara ofbeldi. Já. Þegar við vorum litlar þá var það bara svona, ekkert eitthvað á beran borsan, en það var svona bara, hérna, inn í herbyggi. Já, nú er það bara ofbeldi. Já. En ég var flugfreyja nokkur ár og ég man að það var einhvern tíman maður sem barði barnið sitt, bara slóða í flugvélinni og mér brá svo mikið. Já. Þetta var ekki íslensk fjölskylda, en veist, maður getur ekkert gert sem utanakomandi. Veist, þetta er hvað mér fannst þetta óþægilegt. Já, það er svo erfitt, einmitt, að má maður skipta sér af eða ekki. Einmitt. Já. Í þessari stöðu, þú veist, ekki er ég að fara að hringja í löggun og láta hann handtaka þegar hann lendir, en samt langaði mig að gera eitthvað. Já. Þannig. Og það var enginn sem sagði neitt við pappan eða neitt, það var allir bara stjarfir. Já. En svo líka þetta, þú veist, og þú spyrir hver heilsa og tengsl og svona, þá erst mér gildi líka mjög mikilvæg. Já. Ekki bara hver ég er og hvað ég þarf og hvernig mér líður og þekkja tilfinningar mínar og svona og vita hvernig ég á að takast á við tilfinningar mínar og þarfir mínar, heldur líka mér er svo gott að leita í gildin. Þú veist, þú kannski elst upp í umhverfi eins og þú segir að slá bossun farin í herbyggi, þú gerir þetta ekki kannski við þín börn og þá ert þú svolítið ákveð, hvernig mamma vil ég vera, hvernig manneski vil ég vera. En þegar við erum svona svolítið lost, erum að hámi okkur eitthvað eða drekka mikið áfengið eitthvað, þá svolítið, hver er gildin minn, hver vil ég vera? Að það gerst í tengslaröskun líka, sjálfsmyndin og fólk sem persónleikaröskun og svona, það er svo mikið bil á milli hver þú vilt vera og hver þú ert, þú ert svo tindur. Það kallaðum þetta ideal self og actual self, það er svo mikið bil þar á milli og þú ert svo tindur og allt er að passa inn í eitthvað eins og heldur og vilji vera en svo ertu það ekki og þá er svo mikið gott að fara í gildin, bara hver vil ég vera, hvað er mikilvægt sem gildi fyrir mér. Hvernig getur fólk til dæmis ef það vil reyna að sameina þessa tvo einstaklinga, hvað er að best að byrja á að gera það? Bara fara í sálfræðitíma eða markþjálfatíma eða eitthvað og vinna með gildin eða? Já, mér finnst eða bara svona sjálfsmildi og önnun vera lykillinn, vera ekki alltaf eitthvað að pína, mann áfram með slá, mann áfram með,
þú átt allt þetta, þú átt að vera svona þetta á að vera hinsegin, heldur meira bara, þú veist, sjálfsmildi finnst mér alltaf að vera lykillinn að. En ekki það eitthvað, ó já, þetta er svo skilið, ég ætla bara, þú veist, gera þetta. Ég var alveg brjálast þessi íslenskar auglýsingar. Kauftu þér þetta, þú átt að skilið, þá fæ ég alveg bara, En það er einmitt, þú veist, ekki eitthvað svona, já, verðlauna mig og já, skilið, heldur bara meira, þú veist, hvað er gott fyrir mig, stundum er gott að gefa mér ekki eitthvað sem ég á skilið, þú veist, setja mig mörg og svona, og stundum er betra fyrir mig að gera eitthvað annað, og það er einmitt, þú veist, svolítið, að, Já. Ég gerði þetta akkurat í vetur, eða bara í sumar, eða í vor segi ég, að ég fann svona einhvern lista bara með alls konar gildum. Já. Og ég ákvað bara að skrifa niður öll gildi sem að mér fannst ég tengja við. Já. Og svo saminaði þau í litla flokka. Já. Þannig ef þau voru lík, þá voru þau bara saman. Já. Og svo reyndi ég að finna svona eitt yfirheiti, þá ég var komin kannski með 5-6 gildi. Og hvað voru þau? Og ég veist, það vandrarlegt, ég man ekki öll. Nei, en hvað manstu? Sko, það fyndna það var æ í öllum. Þú veist, það var sjálfstæði, jákvæðni. Þakklæti kannski. Þakklæti, já. Það voru held í 5. Ég þarf eiginlega bara að fara að finna þetta og segja frá þessu. Að því að svo nefnilega var svo merkilegt. Ég fór í tíma í markþjálfun hjá Virkja. Já. Og hún kom mitt í Laufey í viðtal sem ég mæli með að hlusta á ef þið eru að hlusta á hlaðvarpið. Æðislegt viðtal og þar fór ég í svona gildisvinnu. Já. Og þar átti ég bara hægt að nota framheilan. Já. Og ég átti bara að gera eins rætt og ég gat með spjöld það sem stóð gildin. Já. Þetta átti við með þetta átti ekki við mig, ég ætti að reyna að hugsa ekki. Já. Og svo voru þau tekinu burtu svo gerði þetta aftur og aftur og það ótrúlegt að það voru næstu í sömu orð eftir. Já. Og ég var búin að gera sjálf í dagbókinu mína, sko. Þannig að þetta var ótrúlega. Þetta er náttúrulega bara eitthvað sem að drenga nýjar fréttir, þetta er bara við þurfum að minna okkur á þetta. Já. Einmitt að muna bara, þú veist, er jákvæðni, þakklæti, húmor, þú veist, það má vera hvað sem er. Já. Og þá einmitt þegar maður er svolítið lost, þú veist, ok, hver eru gildin mín? Og oft ger ég með skjólstængum mínum bara, þú veist, já, það er kannski engin frábær fyrirmynd í fjölskyldunni eða í lífinu, er bara eitthvað bíómyndapersóna eða eitthvað bókapersóna eða eitthvað svona sem þú vilt velja og þá einmitt skoðum hver allir séu gildi þeirra mannesku. Það er alltaf mjög fyndið að svona miðaldra konur velja rosalega oft Meryl Streep. Ég veit ekki af hverju. Kannski er hún einhver, þú veist, fáviti í raunverulega. Ég þekki hann ekki, ég veit ekki hvernig hún er. En myndirna sem hún leikur í og svona hvernig hún kemur fyrir í viðtölum og svona virkar allt mjög svona heilsteft manneskja. Þetta er skemmtilegt. Og þá gerum við lista bara, ok, hvað er Meryl Streep með? Og það er oft, þú veist, eitthvað svona hógvær og umhyggjusum og eitthvað svona og þá er mitt bara, já, þannig það er líka heilsa fyrir mér, vita gildin þín og þegar maður er svolítið lost og fellur í draman eða í sukkið eða eitthvað þú veist, þá er svo gott að nota gildin til að koma hann aftur á kjöl og einmitt líka, mér finnst mjög spennandi að láta pör setja saman gildin og einmitt, ég og maður minn erum ólíkum þú veist, kultúr, mjög ólíkum fjölskyldum en við erum alveg mjög ákveðin svona uppeldisskildi. Okay, við viljum bæði bara þú veist þetta fyrir strákan okkur, þeir eru svona æsku og þeir verði svona menn, en svo veit maður, svo sé 13 strákur minn, ég er líka bara manneskja sem bara fættist eins og ég er og þeir bara geta ekkert stjórna þessu svona mikið, sem er alveg rétt. Það er flott hjá hann. Já, sem er alveg rétt, þannig þú veist, ef hann vill vera eitthvað öðru sér að taka upp önnu gildi, þá ætla má hann það. Já, þetta er mjög góð punktur að hugsa um gildin. Já. Ég hafði aldrei skrifað þau niður áður. Nei. Ég hafði oft hugsað þetta. Já. En þetta er ótrúlega gott að gera þetta. Og maður hittir ofti að lesa eitthvað sem er svona, já þetta, en svo bara gleyma því. Já. Þannig það er heilsa líka fyrir mér að ala upp sjálfan sig og vera góður við sjálfan sig en samt nógu góður og að vera með svolítið ákveðin gildi og þekkja sjálfan sig. Já. En hvernig myndir þú þá að segja að þú hugsir um þína heilsu? Er það bara með því að vera meðvitið um þetta? Já, ég náttúrulega, og ég náttúrulega bara, þú veist, út um allt alltaf, kannski typisk eitthvað svona, en já, mín heilsa, ég hugsa mikið um mín heilsa, ég leyfi mér allt, ég hef aldrei meðurinn, eins og ég segi, hleypa ekki maður, þegar ég fyrir út að hlaupa 3 eða 5 kilometra, mér finnst það bara fínt,
og ég tek þátt í kvennahlaupum og svona með vinkonum og ég er í jóga með vinkonum. Ég er rosa félagslega, þannig ég fer rosa mikið í eitthvað með fólki. Og við erum í vetrasundklúbbi, fyrir alltaf syndum allan veturinn, hópur af okkur saman. Og þannig ég hugsa að mín heilsa er rosa mikið, ég þarf rosa mikið að spegla mig í öðrum og svona og ræða við aðra og svona. Og svo er ég líka bara, ég bý í smá útkverfi í Vín, bý við skó, er með sem renningin hverju sín syndi, við erum með sánu heima. Þannig ég bara einhvern veginn og reyna að borða holt og svona því ég finn bara að mér líður betur af því. En svo líka leyfi ég mér allt annað, sko. Yeah. Ég detta alveg í það og fæ mér nammi og svona líka. En það er bara þetta jafnvægi, sko. Já. Alveg ömmit. Já. Það sé langt best. Ekki öfgar í eina átt. Nei. Það sé alltaf það besta, sko. Já. Og svo bara hjálpa náttúrulega gaman í vinnunni og vera vel giftur og svona. Eiga góð börn og svona. Þannig ég er líka rosalega heppin. Eða hefur skapað þetta? Ég held bæði. Ég er að renna við punktana mína. Það er eitt sem ég sé sem ég langar rosalega að biðja þig aðeins að segja frá, af því að þetta er það sem að sló mig mest þegar þú varst að halda fyrirlesturinn. Það er still face experiment. Já. Á ég segja hvað það er? Já. Það er bara stutt vídeo á YouTube sem er bara opið öllum og það var sérst rannsókn sem var gerð, hvenær var þetta? 70 eitthvað? Þeir fengur semst leikonu og barnið hennar til þess að koma og tóku vídeo og báðu hana sérst að barnið er í svona barnastól þannig að það er alveg öruggt og báðu hana sérst að leika við barnið sem að reypa eitthvað svona eitthvað og svo báðu hann að vera bara algjörlega kjur í framan og sína engin svipbriði og svo fylgdust þeir með hvernig barnið brást við. Og þá segir í vídeónu good, bad and the ugly er sem sagt að fyrst er barnið að reyna að vera óslega sætt að benda, eitthvað, gúgúg og mamma reyna athygli á góðan hátt og mamma brest ekki við. Svo kemur þetta slæma og þá byrjar öskra og grenja og vera með svona skrækju hljóð til að reyna að pirra mömmuna og hún bregst ekki við. Og svo kemur þetta ljóta sem segir þetta yfir langvarandi að þá bara gefast börn upp. Og þá var barnið bara hljótt og bara gerði ekki neitt. Og það er, ég sé alltaf, þú veist, ég sé börn, ef þeir eru með læt og svona, þá er ég bara, já, er ég góð. En ef þeir eru mjög hljóð og svona, þá er ég alveg, er ég lægi með þetta barn. Og og þetta var sem strann að sjá hvað gerst. Og þetta var, manstu hvað þetta var langt? Þetta var 2 mínútur. Það var stutt. Það var mjög stutt og maður sá bara hvað barnið var fljótt að bregðast við. Þetta sló mig svo. Já. Af því ég hugsaði bara, segjum bara ég sé móðir að gefa brjóst og ég sitt bara og er alltaf í símanum. Já. Þá er andlitið mitt svona flatt. Ég tók þetta dæmi mitt, allir alltaf í símanum er að gefa brjóst eða bara í símanum, þú veist, yfir daginn og það er maður alltaf svona bara frosin í framan einhvern veginn. Ég meiri sé verið að sjá fólk út að labba með barnavagnin í annarri og síman í hinni. Ég líka. Og minnst þetta svo, og barnið snýra að foreldrinu. Í staðan fyrir að horfa á barnið og benda. Og sjáðu þarna fugl og eitthvað, ég veit það. En þetta er náttúrulega óslega erfitt, þessi símar eru bara ótrúlega, við erum sjúki í þetta. En þetta sýndi bara þá eru nú veru að ef við fáum ekki þessi athygli þá hvernig að gera þetta? Það við bregðumst bara fljótt við, hvað barnið bara brast fljótt við þannig. Ég hef sýndi þetta líka á ráðstefnunan í Austurríki og þá fór ein kona bara að gráta. Henni var svo erfitt að horfa á þetta. Hvetjum allir til að googla. Still face experiment, já. En þetta er náttúrulega líka, þú veist, við meðum heldur ekki líka mála skrattan á veggin og vera bara, verðt aldrei í símanum frá rambarni, líka muna, þú veist, nógu góður. Akkurat. Stundum þurfa foreldrar bara að fara í síman og fá smá pásu og svo maður bara, þú veist, leika við barnið þess á milli. Það mist líka orðið rosalega kröfur átt alltaf barnininn og alltaf þetta svona það sem kallast attachment parenting bara reiði yfir og allir átt að vera bara vita allt barnið sitt og skilja barnið og alltaf ræða tilfinninga við barnið og eitthvað. Þetta var bara orðið mikið. Maður lærir af öfgunum í allar áttir. Já, þetta byrjar alltaf í öfgum og svo lagast þetta og ég er að hugsa, nú eru símarnir svolítið öfgaðir, við erum svolítið mikið í og svona. Það er kannski bara eftir að lagast. Við erum kannski bara eftir að læra betur á þetta. Það er allt í lagi.
er eitthvað sem við erum að gleyma að fara yfir, þú veist, bara aðalega þetta, mér langaði bara að koma svona hérna á framfæri hversu miklu máli tengslamyndun skiptir fyrir okkur sem fullorðin. Ég vil heldur ekki hræða fólk að því ef þú átt foreldri sem er kannski dópist eða eitthvað og þú fegst þetta ekki, að það þýðir ekkert, þetta er bara búið. Og þú þarft ekki einu svona að fara í sálfræðimeðferð eða eitthvað rosa átak, stundum bara lagast þetta sjálfur sér. Já. Stundum bara eignastu maka eða góða vini eða góða nágranna eða þú veist. Maður getur bara tengst, þú veist, hverjum sem er. Og þá er oft læri maður sem tengsl í gegnum aðra. En með því að mynda góð tengsl við barnið sitt, þá ert allavega að sko hjálpa þeim, þú veist, auka líkurnar á velferð þess. Já, algjörlega. Og þá aðalega velferðinni að sjálfsmyndin og sambönd við aðra sem fullorðin þá. Hvort það sé rómantískt eða vinarsamband eða samband við þeirra framtíðabörn eða hvað. Sem er svo ótrúlega mikilvægt náttúrulega. En hvað er framundan hjá þér? Hjá mér? Já, fleiri rannsóknir eða? Ég núna náttúrulega lút Milli að gera rannsóknir þarna og mér finnst þetta ógeðslega spennandi en ég hef svo lítinn tíma fyrir þetta. Og að því ég núna bara að kenna sem aðjunkt og ég er svolítið ADHD Íslendingur, ég er alltaf á nýjar hugmyndir. Maður endist aldrei lengi í einu. Ég var einmitt að taka upp ADHD þátt síðan, það verður komin á undan þessum. Maður er alltaf svo nýjungagjarn, eitthvað nýtt, þú veist, eitthvað. En já, ég ætla auðvitað ekki að stoppa, þú veist, hætta með þetta. Og það er núna McKinsey er núna að fara í Austurríkja, ekki bara gera spurningalista, heldur fara og horfa á barnasund tíma og skoða, þú veist, hvað er mikið augnasamband, hvað er mikið snerting og bera saman og svo bera saman, þú veist, tímana við upplifun foreldra og hvaða þættir eru kannski mikilvægastir. Eins og þú segir, eftir 18 ára barnasundi bara, já, ég sé að það er tengslinu rosa mikilvæg. En hvað er það nákvæmlega? Við erum alltaf að vita, hvað er að virka? Akkurat. Er það lögin, er það snertingin, er það, þú veist, að horfast í augu, er það, þú veist, bara vatnið og hlýjan, einhvern veginn, og er það fyrir foreldruna, tengjast öðrum foreldrum. Þetta er góð spurning. Þannig hvað af þessu er mikilvægt og hvað það kannski gera meira og hvað minna og svona, og það er einmitt, hún er að fara að gera þetta, hún er að fara að mæta í alla sundtímana og fylgjast með og taka vídeo og reyna að rannsaka þetta svolítið betur á þennan hátt. Og hvað þetta er skemmtilegt. Já. Við þurftum að reyna að fá bara einhverja nema, meistaranema á Íslandi að gera bara stóra rannsókn af því að þetta er svo gott aðgengi að ungbarnasundi hér. Já, ekki bara auglýsa hér með eftir. Jú. Eða þú ert sálfræðinemand eða bara félagsfræði eða ég veit ekki, félagsráðgjafa, bara hvað sem er. Að þetta er góð hugmynd. Með bara hafa samband, ég skal bara láta að fá því sem búið að gera. Já. Þú veist, gögnin. Þannig geta borið þetta saman. Það var náttúrulega eðislegt. Já, auðlýsum bara hér með eftir. Skemmtilegt. Og svo náttúrulega líka mikilvægt, sko, finnst mér fyrir pappana, að því að mæðurnar eru oft meira með börnum þegar þau eru svona lítil. Mér finnst þessi tími í lauginni svo ofbáslega dýrmætur fyrir pappana. Já. Og svo er svo ofbáslega gaman á framhaldsnámskeiðunum, þá koma stundum pappanir einir. Já. Þá er kannski mamman farin að vinna, þeir komnir í fæðingarorlof og ég elska það því að þeir bara koma og treysta sér til þess, veist. Já, og hvað það er mikið gjöf fyrir börnin að þetta er alltaf rosa pressa, ein manneski sem úr tengdur, það er ein manneski sem skilur, en ef papparnir er að koma og tengjast börnunum meira og svona, það er alltaf betra, það er rannsóknir sína við þurfum 3-4 fullorðna sem börn til þess að sem öryggir fullorðnir að hafa fleiri, það er ekki nóg bara einn. Því hvað ég vil nú ekki segja hérna alveg hræðilega hluti, en hvað kemur eitthvað fyrir hún eina eða bara mamma skilur mig. Nei, pappi líka og amma og Gunna nágrannar sem passaði með stundum. Þú veist, þá ertu opnari að tengjast fleira fólki. Þannig að það er svo frábært að papparnir fara ekki lengur bara í vinnuna og hitta börnin í hálftíma að hann fara að sofa, heldur þeir eru meira með. Já, akkurat. Mér finnst þeir fyrir að farnir að taka fæðingarorlof langflestir feður. Já. Það sem ég sé, sko. Það var í Austurríki heimildamynd gerð á fæðingarorlofi
karla og þá kom gaurinn austurkingi til Íslands, taka viðtal við íslenska karlmenn og mest besta svarið, þá spurði austurski maður íslenskan mann, já, hérna í Austurríki segja karlmenn að þeir eru svo hræddir að vera í fæðingarorlofi því að þeir getur mist vinnuna eða stöðuna í vinnuna eða verið ekki eins mikilvægir. Hvað finnst þér um þetta? Og íslenski maður svarði bara, það er bara bull. Hún sagði ekkert meira og ég bara, það er bara alveg rétt. Það þarf ekki eins og segja út af því eða eitthvað heldur, þetta er bara bull. Einmitt. Þeir sína bara að þeir séu betri einstaklingar. Já, eða bara, þú veist, vinnan, það bara kemur bara aftur. Ég fór í alveg 1,5 ári, að því Austuríki getur maður tekið ógeðslega langt fæðingarorlof og ég fór alveg 1,5 ára, heilt ára og kom mína stráka og ég kom bara aftur og það var allt eins. Það er alltaf, maður getur alltaf bara komið aftur. Já. Við höldum alltaf við séum ómissandi. Já. Það er einhvern veginn svona trendið. Já, akkurat, en við erum það ekki. En það er óslega gott að finnast með að vera óslega ómissandi. En eitt sem þetta er í húsin alveg í blálokkin, að það er nýkomin út þáttur félagslega töfra. Já. Og það er svo skemmtilegt. Það er í raun og veru, þá er þetta mynda tengsl og þessi fjársjóði sem myndast þegar við samskipti. Já. Svona, ég vil bara við einhvern ókunnugan út í búð, sko. Já. Þú veist. Já, þá maður spegla sig í einhverjum ókunnugum og ef ókunnur bara bregst vel við og svona, að það hjálpar alltaf sjálfsmyndinni. Og líka gleður viðkomandi, þú veist, ég ætti góða samræður hérna við einhvern, þú veist. Já, maður finnur alveg hvað þetta er mikill svona matur að tala við fólk og hitta fólk og svona, maður fyrir oft svona hlýi hjarta bara að tala við einhvern í úbanninu, þú veist, kynnast alls konar fólki, já. Þannig fólk voru að hlusta þann þátt líka. Já, algjörlega. Ég er með smá glaðning, handa þess. Handa mér? Já. Ég bara ætla að koma inn og taka þinn tíma og eitthvað og svo bara ætla að gefa mér eitthvað. Þetta er frá Heilsuhillunni sem er einn af samstarfsaðalunum mínum. Þeir eru með gjafapoka með alls konar flottum Er þetta eitthvað gós? Það er mýta. Já. Vá, þetta er ógeðslega mikið. Já, þetta er æðislega vörur. Ég þessi tannbursti, þetta er svona rafmagnstannbursti, svona lítill og nettur eða svona, í gamla dag voru alltaf svona hlungar. Góður fyrir ferðalagið. Já, og lífrænt tannkrem og svo er BioCult Mind og Melissa Dream sem er svona gott fyrir svefnin sérstaklega eftir ferðalag. En maður að detta í breytingaskeiði líka? Eða það, já, algjörlega. Og alfalfa spýrur, alls konar. Vá, takk kærlega fyrir. Já, bara, ég segi bara fyrir hönd Heilsuhillunnar, bara verða þér góða. Ég segi bara takk Heilsuhylla og Erla. Já, aðeinslegt. En bara 1000 þakkir fyrir að koma. Ég er svo glöð að hafa náða að plata þig til mín. Þú veist mér skrítið að vera en bara, mín var ánægð, það var útrúlega gaman bara að hitta þig. Já, sömuleiðis og bara, ég fylgist áfram með þessum skemmtilegu rannsóknum og vonandi hefur einhver samband við þig út af Já, einhverju nefnendur. Já, gera rannsókn á Íslandi, við erum svo mörg að kenna. Já, og þetta er svo, fólk er líka svo opið finnst mér. Já. Að taka þátt og svona. Og svo hreinskili í svörum og svona. Ok, það er gott. Já, ég fann að líka mun á því, sko. Íslendingar eru bestir. Já. Ísland best í heimi. Best í heimi. Góð lokar. Ok. Ég hvet þig til þess að fylgja hlaðvarpinu á Spotify eða Apple Podcast eða öðrum streymisveitum eða þú ert ekki nú þegar að gera það. Og nú er einnig hægt að setja inn ummæli þáttinn og mér þætti rosalega gaman að heyra frá okkur. Og svo er auðvitað Instagram, Heilsuerla, þar sem ég seti inn fróðleiksmóla úr öllum þáttunum. Þannig að endilega fylgja mér þar líka.